það þurfa bara allir að hafa mannsæmandi lífskjör og við hefum ekki að sætta okkur við neitt annað en við bjóðum öllum borgurum þessara lands upp á sambærileg lífskjör og mér finnst bara rauninni mér finnst að við sem samfélag að standa fremst meðal þjóða þegar kemur að málefnum fólks með fötlun. Við erum það mikið velselda samfélag, hér svo bara mikil auður og verðmæti og við höfum skapað svo mikil tækifæri með okkar dugnaði, krafti og þori, fullt af tækifærum sem ég nefndi áðan, en það vantar ennþá upp á að allir njóti þessara tækifæra og þar þurfum við að gera betur. Velkomin í kosningasjónvarp Átakks. Ég heiti Sveinbjörn, mælandi minn Baldur Þórhallsson. Hvers vegna býður þú þig fram til forseta Íslands? Þakka kærlega fyrir boðið, gaman að vera komin hingað til þín og ykkar. Já, ég býð mig fram vegna þess að ég tel það fæli svo mikið tækifæri í embætti forseta Íslands til þess að láta gott af sér leiða. Forseti Íslands getur tekið þátt í samfélagsumræðunni, forgangsraða tilteknum málum og lyftum kannski á hærri stall í samfélaginu og þau málefni sem ég hef forgangsraðað eru málefni barna og ungmenna og mannréttindi fyrir alla í samfélaginu. Mér finnst nefnilega að við búum alveg einstaklega góðu og fallegu samfélagi hér á Íslandi með meiri hagsæld og velsæld heldur en þekkist víðast hvar í heiminum. Það er ekkert nema tækifæri í okkur góða þjóðfélagi en það njóta hins vegar ekki allir þessara tækifæra og mér finnst svo mikilvægt að forseti Íslands tali fyrir því að allir raunir hvar í stétt sem þeir standa, hvar sem þeir búa á landinu, hvers kyns sem þeir eru, hvað kynhneigð sem þeir eru með eða hvort að fólk sé fatlað eða fólk sé með þroskahömlun eða ekki, fái notið sömu tækifærana og fái notið tækifæra á sínum forsendum og mér finnst svo mikilvægt að forseti nákvæmlega tali fyrir þessum málum. Já, það vantar einmitt þannig sem hugsar. Já, ég lít til Vigdísar Finnbogadóttur hvað þetta varðar, en ég man tíð Vigdísar sem forseta og hún forgangsraði til nokkrum málum eins og bara náttúruvernd, málefnum barna, jafnréttismálum og tungumálinu og það að Vigdís talaði fyrir þessum málum skipti verulega miklu máli á sínu tíma. Sama hefur Guðni núverandi forseti gert með að tala fyrir lýðheilsu, þannig ég svo sannfærður það að ef að forseti talar fyrir tilteknum málum þá hefur það sitt að segja og mér langar raunin að taka þetta skrefinu lengra og kalla ólíka hópa fólk saman á Bessastaði eða Bessastaðastofu til þess að ræða til dæmis hvernig megi enn betur vinna að málefnum fólks með fötlun eða fólks með þroskahömlun og aðrar skerðingar og fyrst og fremst myndi ég vilja kalla fólk sjálft til skrafs og ráðagerða því það náttúrulega ekki að fjalla fólk án þess að fólk sé með og það finnst mér mjög mikilvægt og kalla síðan bara alla þá góðu aðeila sem vera að vinna með ólíku hópum fólks í samfélaginu þannig að við getum rauninni lyft þessum málaflokki á hærra stall. Já. Finnst þér að það þurfa að bæta aðgengismál á Íslandi? Já, það ekki vanþörf á eins og við höfum séð í umræðunni. Já. Það bara mjög mikilvægt að við förum í bara það samfélagslega verkefni að bæta aðgengismál. En bara almennt tala þá átti ég fjölfatlaðan bróður. Ég er 9 ára þegar bróðir minn fæðist sem var með þroskahömlun og fjölfatlaður og við byggum út á landi og ég veit hvernig það að alast upp í fjölskyldu út á landi sem gat ekki sinnt honum heima. Hann þurfti að flytja til Reykjavíkur bara sem barns að aldri
til þess að væri hægt að sinna þörfum hans. Og ég veit hvað þetta getur verið sko erfitt fyrir fjölskyldu að geta ekki sinnt bara barnið eða fjölskyldur meðlimi og bróður minn var fyrst á Kópavogshæli og var síðan í sambýli í Berjahlíð, það sem var einstaklega vel hugsað hann. Og við megum ekki gleyma því hvað við erum að gera marga og góða hluti í okkar velferðakerfi, en samt sem áður, eins og þú nefnir með aðgengismál og fleira, þá held ég við getum gert enn betur. Já, ég er sammála því, við megum gera enn betur. Er framboðið þitt með upplýsingar þig á auðskildu máli? Já, við höfum verið að reyna að gera það, bæði á heimasíðunni hjá okkur, sem og bara á Facebook síðun okkar og á bara flestu öllum samfélagsmiðlum, bæði í svona löngu ítalegu máli en líka meira í svona stuttum setningum og stikkorðum og mismunandi eftir miðlum. Hefurðu kynntir samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks? Ég verð að viðurkenna, ég hef nú ekki kynnt mér hann í nákvæmlega, en ég hef fylgst mjög mikið með umræðu fólk með fötlun og mikilvægi þess að við sinnum fólki með fötlun og þroskaskerðingu eða aðra skerðingar, einfaldlega vegna sko minna persónulegu reynslu að því að hafa verið svona umsjónaraðili og tengiliður sko bróður míns á þeim heimilum sem hann var og þannig sko bara kom ég sko beint af þessum málum, til dæmis að hann fengi aðganga íþróttaiðkun og bara skólagöngu. Þetta er eftir að ég kem til sko Reykjavíkur og við þá báðir bræðurnir komin hingað til Reykjavíkur, ég í nám og hann bara á sínum heimilum hér og foreldrar okkar ennþá út á landi. Þannig að ég hef rauninni, ég má segja, innsýn inn í þennan bara mikilvæga heim gegnum þessa reynslu og hvað mikilvægt er að okkar samfélag og velferðarkerfi bjóðu upp á þjónustu fyrir hvern og einn einstakling á hans eða hennar forsendum. Mundið þú ráða fatlaðan einstakling í starf á Bessastaði? Auðvitað. Það er bara ekki spurning ef svo ber undir. Mér finnst við megum bara alls ekki mismuna fólki og ég hef sérstaklega verið að leggja mig fram það í þessari kosningabaráttu og að tala fyrir því að við eigum öll að njóta tækifæra á þeim forsendum sem við erum með. Við erum hvert og eitt einstök og við höfum öll einhverjar sérþarfir, sumir meiri sérþarfir heldur en aðrir og þá eiga sko vinnuveitendur, hvort sem það er á Bessastöðum með annars staðar, sjálfsög að koma til móts við alla einstaklinga til þess að við getum öll orðið svona virkir sko þáttangundur í samfélaginu. Gæti þú lifað á örorkubótum? Ég held að myndi reynast mjög erfitt. Já, það er fáránlega erfitt. Ég trúi því vel. Og mér finnst líka í tengslu við þessar spurningar þínar er svo mikilvægt að gera átak í því að sko fólk með fötlun eða fólk með þroskahömlun sko geti stundað sko vinnu á sínu forsendum, að það geti tekið þátt sko bara í samfélaginu og atvinnulífinu sem og íþróttaiðkun eða öllu öðru á sínum eigin forsendum og við þurfum að vinna miklu betur að því og mig myndi í embætti langa til þess sérstaklega að vinna í þessum málaflokki en það sjálfsögðu með félagasamtökum eins og ykkar byrja við ræða við ykkar félagasamtök sem og önnur félagasamtök fólks með fötlun til þess að sjá hvað finnst ykkur brýnast að gera, hvaða málefnum viljið þið forgangsraða og svo fáum við aðra aðila sem eru að hvort sem í atvinnulífinu, í verkalýðshreyfingunni eða aðrir til þess að geta tekið á þessum málum þannig við getum öll tekið virkan þátt í samfélaginu. Við eigum rétt á því sem bara samfélagsþegnar. Já, og mér finnst að því þú nefnir að
launin er ekki góð fyrir fatlaða. Mér finnst að ætti að hækka laun fatlaða, örorkubætur. Já, fatlaðir hafa klárlega hafa verið dálítið skildir eftir og það þurfa bara allir að hafa mannsæmandi lífskjör og við hefum ekki að sætta okkur við neitt annað en við bjóðum öllum borgurum þessara lands upp á sambærileg lífskjör og mér finnst bara rauninni mér finnst að við sem samfélag eigum að standa fremst meðal þjóða þegar kemur að málefnum fólks með fötlun. Við erum það mikið velselda samfélag, hér er svo bara mikil auður og verðmæti og við höfum skapað svo mikil tækifæri með okkar dugnaði, krafti og þori, fullt af tækifærum sem ég nefndi áðan, en það vantar ennþá upp á að allir njóti þessara tækifæra og þar þurfum við að gera betur. Hvað lið heldur með í enska fótboltanum? Auðvitað Liverpool. Var þetta rétt svar? Með hvað liði heldur þú? Það sést á stólnum mínum. Já, flott. Bara takk fyrir mig, mikið var gaman að koma hingað til okkar og bara takk fyrir að taka þetta frumkvæði að spyrja okkur forsetaframbjóðendur þennan málaflokk sem ég finnst einstaklega mikilvægur og ég er að forgangsraða. Bara við þurfum að berjast fyrir réttindum fatlaðs fólk sem við megum ekki gleymast í samfélaginu. Ég algjörlega sammála og forseti Íslands á að vera málsvari þeirra sem höllum fæti standa í samfélaginu og mér finnst við að hafa forseta sem við kjark og þóð til þess að taka þátt í samfélagsumræðinni til þess að tala hópa upp, tala fyrir réttundum fólks sem finnst á sig hallað. Þannig forseti vil ég vera. Bara flott. Takk fyrir kærlega, takk fyrir mig. Og takk fyrir að mæti kosningasjónvarp Átaks. Bara takk sömuleiðis.